Kæru kandidatar, ágæta starfsfólk Háskólans á Akureyri og aðrir góðu gestir. Ég heiti Steinunn Alda Gunnarsdóttir, er fyrrverandi stúdent hér við Háskólann á Akureyri og ég mun leiða ykkur í gegnum þessa athöfn hér í dag. Það er mér sönn ánægja að bjóða ykkur öll hjartalega velkomin á brautskráningu kandidata úr grunnnámi við heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið. Fallegir tónar strengjatrjós tók á móti ykkur hér við innkomuna, en tríóið skipa Ásdís Arnardóttir á selló, Eydís Úlfarsdóttir á víólu og Sofía Fröðurovits á fiðlu. Kæru kandidatar, ég man mjög vel eftir hafa verið ykkar sporum, stolt af afrekinu og spennt fyrir komandi tímum, en ég upplifði samt ákveðnar blendar tilfinningar á kaflaskilunum. Því það var og er nefnilega ótrúlega gott að vera hávæðingur. Það er því mjög viðandi að brautskráning fari fram innan veggja háskólans, því hér eigið þau öll ykkar sögu og minningar. Hver svo sem vegferðin ykkar var að deginum í dag, þá megi öll vera stolt, því þetta er dagurinn ykkar. Það er loksins komið að því. Ég bið ykkur vinsalast að slökkva farsímum og athuga að ljósmyndarar á vegum háskólans taka myndir hér inni og í móttökunni á eftir. Dagskrá hátíðarinnar hefst að því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp. En fyrst mun hann ganga inn í salinn ásamt heiðursgesti, sviðsforsetum, deildarforsetum fræðasviðsins. Ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri og allir góði gestir, nær og fjær. Það er mér mikill heiður að fá að standa hér og ávarpa ykkur á háskólahátíð Háskólans á Akureyri árið 2024. Hér fögnum við ykkur, kæru kandidatar, og ykkar árangri, en ekki síður fögnum við háskólasamfélaginu öllu. Ég tek símann eftir, takk fyrir. Því þetta er svo sannarlega uppskeruhátíð fyrir skólann og reyndar Ísland allt. Því að þessu sinni erum við að brautskrá í 3 athöfnum 540 kandidata og það er nýtt met. Já, það má fagna. Og þetta er að sjálfsögðu bæði úr grunn- og framhaldsnámi og af þeim 2 megin fræðasviðum sem við erum að brautskrá, sem við höfum hér í dag. Þegar við lítum yfir síðustu 10 ár í sögu Háskólans á Akureyri, að þá sjáum við að hafa orðið mikið breytingar, framfarir, sem hafa elt skólann enn frekar. Við höfum ekki bara stækkað og styrkt skólann, við höfum líka stuðlað að mikilvægu framlagi til íslensks samfélags. Og þetta gerist bara vegna þeirra samstöðu, þess metnaðar og ástríðu ykkar kæru kandidatar og starfsfólk háskólans
og samfélagsins alls sem tilbúið að styðja við okkur. Það hafa allir lagt sitt af mörkum til að gera Háskólann á Akureyri að því sem hann í dag. En líklegast stöndum við öll á tímamótum. Við getum kallað þema brautskráningarhátíðar í ár tímamót. Því að þið, kæru kandidatar, standið svo sannarlega á tímamótum. Sama hvaða námi þið eru að ljúka. Háskólinn á Akureyri stendur á tímamótum. Því að nú þarf að huga ítarlega að stefnu skólans næstu 20 ára. Vegna þess að umhverfið að breytast mjög svo hratt. Ekki bara þessar kerfislegu breytingar sem að stjórnvöld setja á okkur reglulega, heldur samfélagið að taka gjörbreytingum með tilkomu gervigreindarinnar. Já, heimurinn allur líklegast á stærstu tímamótum mannkynssögunnar síðustu alda. Því að með tilkomu gervigreindar, sem ég finnst enda skrýta að kalla greind, því að þetta er bara tölfræði, en með tilkomu þessara tækni, að þá eru forsendur samfélagsins að breytast. Og það er svolítið stórt þegar forsendur allra samfélaga breytast. Og kæru kandidatar, þið eru að fara að vera í forsvari þegar kemur að þessum breytingum. Og veit svo til líka að þetta eru persónuleg tímamót fyrir mig. Hér stend ég í 10. og síðasta sinn. Já, næst síðasta, það athöfn eftir hádegi líka. En kæru gestir, nær og fjær. Já, Háa hefur sannarlega dafnað vel á síðustu áratugum og skólinn stendur vel í dag. Hann stendur sem öflugasta menntastofnun landsins. Já, minnst okkar utan höfuðborgarsvæðisins. En það áhugaverða að það okkar ákvörðun hvort við viljum að Háskólinn á Akureyri verði öflugasta menntastofnun landsins. Það getum við gert sjálf. Og bara svona aðeins af því að it's my party. Mitt grunnfag hagfræði. Tölur eru einstaklega skemmtilegar. Skoðum aðeins Háskólinn á Akureyri. Ég talaði rétt áðan að þetta væri stærsti árgangur kandidata að brautskrást. Nú í haust innritast þriðji stærsti hópur stúdenta frá upphafi skólans. Einungis 2 ár fyrir COVID sem hafa verið stærri. Það þýðir að skólinn mun stækka áfram á næsta ári. Þannig að í fyrsta lagi stefnir í að Háskólinn á Akureyri fari yfir 3000 nemendamarkið, hvort sem það verður í haust eða næsta haust, hvort sem það verður vegna aukins nemendafjölda eða með sameiningu við aðrar stofnanir, nema hvoru tveggja verði. Í öðru lagi hefur rannsóknarstarfsemi skólans aukist á hverju ári. Birtingum hefur fjölgað og áhrif sérfræðinga á innlend og alþjóðleg fræðasvið hefur farið vaxandi. Og við eigum tölur til að mæla það. Það heitir rannsóknarstig. Og þessi rannsóknarstig hafa verið fyrir norðan 3000 síðustu árin. Við viljum alltaf vera fyrir norðan. Starfsmannafjöldin hefur aukist sem betur fer vegna þessa mikla aukningar heilt yfir. En það hafðist nú samt ekki fyrir bara á síðustu 3 árum. Og nú starfa 250 manns við Háskólann á Akureyri. En það áhugaverða og þið þekkið það mjög vel hér sem að útskrifast í dag, að þá koma stundakennarar að náminu með margvíslegum hætti, hvort sem að ræða hér á staðnum eða í klínísku námi. Og það eru vel yfir 750 einstaklingar í viðbót við þessar 250 sem koma að slíkari kennslu við Háskólann á Akureyri hverju ári. Það sérst yfir 1000 manns sem þarf til þess að mennta ykkur. Í öllum þeim greinum og fræðum sem við höfum og þeirri þjónustu sem við veitum. 1000 manns. Og ég gæti náttúrulega ekki sjálfsögðu verið almennilegu hagfræðingunum í kæmi inn á fjármunina. Og Háskólinn á Akureyri velti á síðasta ári 5 milljörðum króna. 5.000 milljónum. Og að því að við viljum alltaf keppa, þá vísu ekki til opinber listi, en mér sýnist að við séum cirka 15. stærsta opinbera stofnun landsins og önnur stærsta opinbera menntastofnun. Og ef við tökum HR með, þá erum við 3. stærsta menntastofnun landsins. Já,
Haraldur Bessason skrifaði ritgerð 1986. Hún ekkert rosalega löng, en hún mjög skemmtileg. Og hún lýsir Háskólanum á Akureyri eins og hann í dag. Og það höfðu fáir þá trú að þetta myndi verða veruleika. Trúin flytur fjöll. Við getum breytt, við getum bætt, við getum byggt. Hafið það í huga, kæru kandidatar, þegar kemur að verkefni sem þið munu þurfa að glíma við í framtíðinni. Því að þegar við horfum að ykkur síðan, ykkar samsetningu, þá eru 35% ykkar sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 58% búa utan höfuðborgarsvæðisins og 7% búa erlendis. Þannig að tölurnar sýna svo ekki verði villst að Háskólinn á Akureyri að þjónusta landinu öllu og reyndar víða heim. En við erum að þjónusta byggðir utan höfuðborgarsvæðisins með sérstökum hætti og höfuðborgarsvæðinu líka. Þið og við skiljum þessana áskoranir sem felast í því að ferðast hér að vetri til. Þið skiljið hvað það að búa norðan heiða og fjallvega eða þurfa að sækja þjónustu yfir heiðar og fjallvegi. Þar leiðandi getum við í sameiningu byggt upp frekari starfsstöðvar Háskólans á Akureyri land allt. Til svo unnt sé að þjónusta alla byggðir landsins með viðunandi og mannsæmandi hætti, en undir styrkri forystu Háskólans á Akureyri. Háskólum mun fækka á næstu árum, en háa verður í forystusæti við þær breytingar og verður nauðsynlegt mótvægi við suðrið. Kannski sem Háskóli norðursins sem nær frá vestri til austurs, norðan fjallvega og heiða. Forysta okkar við að bæta aðgengi stúdenta að háskólanámi og hefur verið ótvíræð. Kæru kandidatar, þið hafi verið hluti af þessari vegferð. Það þýðir að ég eiginlega fer fram að það við ykkur, að þið sem hópur komið ykkar mikilvægu reynslu til skila til samfélagsins alls. Ég vil hvetja ykkur til að nýta þá færni og þekkingu sem þið hafið að fjarvinnu. Nám jú vinna, ekki satt? Ég vil hvetja þær stofnanir sem þið eigið viðskipti við til þess að búa til umhverfi sem gerir kleift að sækja þjónustuna rafrænt, en jafnframt að allir séu fullgildir þáttakendur. Að huga vel að aðgengi opinberra þjónustu, sama hvar á landi fólki býr, og hvetja fólk, stofnanir, til þess að vinna störf alls staðar á landinu, en ekki að fólk þurfa að flytja fyrir störfum. Það eina af þessum forsendubreitingum sem ég talaði gagnvart gervigreindinni. Tæknin og gervigreindin mun gera okkur kleift að velja okkur búsetustað og síðan starf. En til þess að það gerist, þá þarf breytingar í kerfinu. Og þið, kæru kandidatar, eigið og verðið sú breyting. Því að það byggðamynstur sem að þróast hefur hér á landi ekki óbreytanlegt, heldur það mannanna verk. Byggið brýr, kæru kandidatar, þær verða ekki byggðar fyrir okkur. Ágætu gestir, bæði nær og fjær, á mínum 10 árum sem rektor hefur mér verið tíðrætt þessa gjá sem á milli höfuðborgar og annarra byggðarlaga. Mér langar ekkert rosalega mikið til þess að dvelja við þetta, en þetta síðusti séns. Þannig að ég verð að koma aðeins að þessu. Og stundum það litlu dæmin sem sýna og sanna, og ég alveg viss að þið eigið öll svona dæmi. Og ég tek bara 2 dæmi sem ég upplifði núna í vor. Fyrra tengist reyndar mínu eigin félagi forstöðumanna. Það var boðað til aðalfundar, eins og gengur og gerist. Og jú, hann var boðinn í streymi. En þeir sem voru í streymi gátu ekki greitt atkvæði. Þannig að ef þú gast ekki farið á staðinn, þá varstu ekki fullgildur meðlimur félagsins. Fyrir utan að vera kolólulegt í mínum huga, að þá sýnir þetta ákveðið viðhorf. Og ég vonast til þess, kæru stúdentar,
kæru kandidatar, að þið hafi komist yfir slík viðhorf. Hitt dæmi tengist unga fólkinu okkar. Það er háskólastofnun hér á landi sem stefnir það 400 nemendum á landinu öllu til að taka inntökupróf hverju vori. Prófið stendur í 2 daga. Það þýðir að ef þú býr langt utan svæðisins þá þarftu að finna gistingu og húsnæði og aðstöðu til að læra á milli. Og þið kæru kandidatar þekki það nú að það getur verið erfitt að vinna og aðlaga sig að aðstæðum þegar maður er á ferðalagi. Tölum ekki eða skyldi snjóa svona á einhverju hluta landsins þegar maður á að fara í ferðalag. Og þessi stúdendar sem þurfa að taka þetta próf búa þess vegna við þessar lakari aðstæður. En, vitið hvað er skondið? Haldið ykkur nú fast. Prófið er rafrænt. Það þarf að mæta á ákveðinn stað til að fara í rafrænt próf. Aftur, skýrt dæmi það, hvernig hugsunarhátturinn bindur okkur í klafa hefðarinnar. Við þurfum að breyta þessari hörmulegu byggðastefnu og kannski aðalega þessari byggðahugsun sem hefur tröllriðið í íslensku samfélagi síðastliðin 80 ár. En látum ekki þetta pirra okkur. Notum daginn til þess að gleðjast og notum þann kraft sem við höfum til að breyta. Því að þið, kæru kandidatar, þið verðið og eruð í forystusveit atvinnulífs og opinberra stofnana, þið munuð geta breytt þessu. Að breyta heiminum og bæta hann er stöðubarátta og alls ekki alltaf auðvelt. Og sjaldnast er hún sanngjörn. Lífið færir ykkur alls konar og við vitum ekki fyrr en á reynir úr hverju við erum gerð eða hvernig við bregðumst við áföllum. Til dæmis er það átakanlegasta í mínu daglega starfi hér við Háskólann á Akureyri þegar við höfum misst starfsfólk í blóma lífsins. Langt fyrir aldur fram. Fólki sem setti mark sitt á skólann og tók þátt í uppbyggingu hans. Þessara einstaklinga minnist ég með söknuði hér í dag. Og ykkar barátta, kæru kandidatar, hefur verið alls konar. Það er enginn sem ber utan á sér þá erfiðleika sem lífinu fylgja. En hér eru þið komin. Þetta er ykkar sigur. Lífið er vissulega stundum stormur. Við fengum að upplifa hér á norðurhluta landsins eitthvað smávegis af snjó á miðju sumri. Svo kom aðeins meiri snjór. En hríðinni slotaði og snjórinn hvarf. Og í dag er dásamlega fallegur dagur, hlýr með sól og við getum fagnað saman og glaðst yfir því að þrátt fyrir erfiða baráttu og áföll, þá kemur alltaf betri tíð. Hafið það í huga þegar erfiðleikarnir sækja að, sólin kemur alltaf aftur. Það er ástæða til að fagna og skemmta sér í hófi. En það er líka tími til að hvílast og hugsa næstu skref. Þið hafi flest, ef ekki öll, stundað vinnu með námi. Þið eigi fjölskyldur sem hafa stutt ykkur og komið ykkur hingað í gegnum þessa áskorun. Þið eru komin á þennan áfangastað. Takið þið tíma til að hvílast. Hugsið eigin heilsu, hugsið eigin hag, sinnið ykkur sjálfum. Elskið ykkur sjálf og takið ábyrgð á eigin líkamlegri og andlegri heilsu. Því að elskar sjálfan sig er öllum hollt. En það er ekki það sama og sjálfs elska. Það er ekki það sama og svo sjálfsstyrkun sem við sjáum á samfélagsmiðlum samtímans. Því að það er ímyndir og fyrirmyndir sem við sjáum þar eða upphafning hins veraldlega auðs á kostnað hins andlega er kannski stærsta ógnin við velferð samfélagsins. Ég vil því hvetja ykkur kæru kandidatar til að vera fyrirmynd fyrir ykkur sjálf og þannig verða fyrirmyndi fyrir aðra með því að sinna ykkar nærsamfélagi og vera virkir þegnar í þjóðfélaginu.
Beitið þessari þekkingu sem þið hafið hér öðlast og beitið þessari færni til fulls og breytið heiminum til góðs. Ágætu gestir, nær og fjær, okkar kæru kandidatar, þau eru mörg tækifærin til að breyta heiminum. Og eins og ég sagði í upphafi að það stöndum við á tímamótum. Það skiptir engu máli í hvaða geira þið munið starfa, það skiptir engu máli af hvaða fræðasviði þið eru að fara að brautskrást núna í dag eða úr hvaða fræðigrein. Gervigreindin mun hafa áhrif á líf ykkar og störf. Það er ykkar að greina á milli að nýta hana til hins góða. Því gervigreind verður hægt að nýta til ítra verka líka. Ekki það að það sé vont verk að standa hér sem rektor, en dæmið það hvernig hægt sé að nota gervigreindina og þá lét ég hann að skrifa brautskráningaræðina á íslensku. Hún var mun styttri að því að baðan hún væri styttri. Og hún var nánast á fullkomnu íslensku. Svo ræða er ekki ræðan sem ég held hér í dag. En ég mun dreifin að þessari helgi lokinni þannig að fólk geti séð munin á þessum tveimur ræðum. Og þið eru búin að heyra heila málsgrein hér í dag sem er skrifuð af gervigreind. Og það verður ykkar að finna út hvaða málsgrein það er. Þetta litla dæmi sýnir okkur bara hverja breytingarnar eru orðnar nú þegar og hvað þetta verða rosalega stóra breytingar. Hvernig ætla háskólar heimsins og landsins að bregðast við? Geta háskólar sem eru byggðir á aldagamlum hefðum og kannski svolítið íhaldsamar eins og þið kæru kandidatar látið okkur oft vita af? Geta þær í eðli sínu brugðist nógu vel og nógu hratt við? Þetta eru gríðarlega stóra spurningar og ég er í dag ekki sannfærður að íslenskt háskólakerfi sé vel í stakk búið til að takast á við þetta. Og kannski ekki alþjóðlegt háskólakerfi heldur. Kæru kandidatar, þegar við göngum hér síðar í dag í sameiningu út úr salnum, þá göngum við öll, ég með talin, í átt að nýjum tíma. Nýjar áskoranir bíða okkar og tækifærin eru ótrúlega mörg og fjölbreytt. Fyrir mig persónlega, það vil ég segja að þetta hafa verið eiginlega 10 ár af námi. Og hef ég þá eingöngu lokið 25 árum af háskólanámi. Og þar hef ég lært mest sjálfa mig og fólk almennt. Það eru mikil forréttindi og heiður að fá að vinna með öllu því frábæra fólki sem hér hefur starfað. En mér langar ágætu kandidatar að benda ykkur á að í öllum stofnunum og öllum starfsstöðum þar sem við erum starfar hinn þögli meirihluti. Fólki sem gengur til verka sama á hverju gengur, með ástríðu og vilja til verka. Fyrir sitt fag, fyrir sitt samfélag. Þetta fólk hefur haft metnað í að gera háa þeirri mögnuðu háskólastofnun sem við erum í dag. Og þið, ágætu þögli meirihluti, fáið einmitt mína athygli í dag, vegna þess að alla aðra daga er það ekki þögli meirihlutin sem fær athyglina. Þessar minningar standa upp úr að loknum 10 árum, fólkið sem í sín daglega starfi best fyrir því að gera heiminn og skólan enn betri. Og þá vil ég þakka, mér sýnist tæplega 4.000 stúdentum sem hafa stundað nám á þessum 10 árum hér í skólan. Og ef ég man þetta rétt, rúmlega 7.000 í heildina sem hafa stundað sitt nám á Háskólanum á Akureyri. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa valið Háskólann á Akureyri til náms og til þroska. En sérstaklega vil ég þakka kjörnum fulltrúum ykkar sem hafa starfað í stundaráði hvers árs. Það hefur verið einstaklega ánægjulegt samstarf við stúdenta og eiga stóran þátt í að byggja upp það góða samfélag sem við höfum hér í dag. Kæru kandidatar, þetta eru tímamót. Göngum saman til þessa nýju og áhugaverðu tíma með þekkingu í fararbroddi og í sameiningu skulum við gera þetta betri heimi. Ég þakka fyrir mig. Þá er komið að brautskráningu kandidata.
Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar af hverri braut eða deild. Það þó alveg sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðis viðskipta og raunvísindasvið, brautskráði kandídata sviðinu. Honum til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðsins. Gleðilega hátíð. Í dag nefnilega hátíð. Háskólahátíð, uppskeruhátíð. Og á hátíðisdögum maður glaður. Kæru kandidatar, það sorglega við daginn í dag að þið eruð að hætta, að minnsta kosti í bili, að vera nemendur okkar hér við HA. En, svo ég stundi smá auglýsingastarfsemi, að þá vonast ég til að sjá ykkur mörg í meistaranámi hér í framtíðinni. Meistaranámi hjá okkur mjög að styrkjast og verða öflugra og við getum boðið ykkur að koma fleirum og í alltaf sífellt betra nám. En í millitíðinni þá vonast ég að þið minnist veri ykkar hér í HA með gleði. Reyndar það oftast þannig að það sem inniheldur mikið af alls konar skilur oftast eftir sig mestmegnis gleðilegu minningarnar. Það sem alveg að drepa mann þegar það var að gerast verður oft líka góð minning leið og árangurinn náð. Hugsum bara til svona fjallgöngu. Það erfitt á leiðinni en það umturnast allt þegar tindinum náð. Væri ekki gott ef við gætum haft þessa jákvæðu tilfinningu sem við erum að upplifa hérna í dag og þegar við náum einhverjum stórum öðrum áfengum. Væri ekki gott að hafa þessa jákvæðu tilfinningu allan tíman þegar maður að ganga á fjallið. Þessa tilfinningu sem maður nær þegar maður nær tindinum. Og nú ætla ég að fullyrða að þetta hægt. Þegar maður finnur fyrir áhuga, fyrir einhverju, að þá finnur maður gleðina í hverju einasta skref. Áhuginn lykillinn að gleðinni. Ef ég þyrfti að velja að vera með úr einhverjum hópi, greindu nemendurna eða áhugasömu nemendurna, þá myndi ég alltaf velja áhugasömu nemendurna. Það mín trú að kostirnir sem fylgja því að hafa mikinn áhuga eru meiri en einhver innri meðfæddur og lítið breytanlegur eiginleiki sem við höfum verið að kalla greind. En þetta skiptir ykkur náttúrulega engu máli. Hér í dag eru þið bæði glöð og greind. En gleðin sem við finnum í dag ekki aðeins bundin við þetta augnablik. Hún byrjunin á nýrri ferð, nýjum tækifærum og nýjum ævintýrum. Hún undirstaða þess sjálfstrausts og bjartsýni sem þið taki með ykkur inn í framtíðina. Þið hafið lært að þið getið náð árangri og þessi lærdómur mun fylgja ykkur alla ævi. Og nú ætla ég að bæta í gleðina og hefja afhendingu skírteina. Af heilbrigðis viðskipta og raunvísindasviði brautskrást 185 kandidatar í dag. Það voru reyndar útbúin 186 umslög en einn nemandi útskrifast úr 2 deildum. Nú fer fram brautskráning úr fagnámi fyrir starfandi sjúkraliða og ég vil biðja Kristínu Þórarinsdóttur brautarstjóra að koma og vera mér til aðstoðar. Og þá fyrst Eygerður Ósk Tómasdóttir. Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir. Harpa Ýr Hilmarsdóttir. Helga Agnes Björnsdóttir. Jenny Jóhannsdóttir. Kristín Þóra Helgadóttir.
Marta Sigurðardóttir, hún verðist ekki vera hér, en Róbert Guðnason. Róbert hlýtur viðurkenningu frá Sjúkraliðafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn og ötult starf í þágu fagnámsins. Svava Bjarnadóttir. Þá lokið brautskráningu úr fagnáminu. Nú fer fram brautskráning úr hjúkrunarfræðideild og ég vil biðja Sigríði Síu Jónsdóttur, deildarforseta, að koma og aðstoða mig. Það stóri bunkinn. Þá var það fyrst Aðalheiður Ásta Jakobsdóttir. Arna Kristín Einarsdóttir. Arney Þyrí Guðjónsdóttir. Aðalheiður Kristín Harðardóttir. Hún ekki á staðnum. Ársól Eva Birgisdóttir. Álfheiður Kristín Harðardóttir. Og þá það Ársól Eva Birgisdóttir. Berglind Rós Ágústsdóttir. Berglind Hauksdóttir. Bergþóra I. Sveinbjörnsdóttir. Brynja Rún Steinþórsdóttir. Embla Jónsdóttir. Emilía Lóa Halldórsdóttir. Erla Salóme Ólafsdóttir. Eydís Arna Hilmarsdóttir. Gabriela Auður Hákonardóttir. Hún ekki á staðnum. Guðbjörg Helga Aðalsteinsdóttir. Guðlaug Marín Pálsdóttir. Guðrún Kristín Bjarnadóttir. Guðrún Jónína Jónsdóttir. Guðrún Magnúsdóttir. Hafdís Erla Jónudóttir. Hallveig Guðmundsdóttir. Helena Eyjólfsdóttir. Helga Sunna Gunnarsdóttir. Helga Höskuldsdóttir. Helga Margrét Karlsdóttir. Hildur Marín Bjarnadóttir. Hrafnhildur Björgvinsdóttir. Hrafnhildur Jakobína Grímsdóttir. Hugrún Björk Jörundadóttir. Irma Ósk Jónsdóttir, en Irma hlýtur viðurkenningu frá sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í hjúkrunarfræði, auk þess sem hún hlaut viðurkenningu frá KEA fyrir hæstu einkunn í grunnnámi á fræðasviðinu. Já, meira. Íris Hanna Björnsdóttir, en Íris hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun.
Íris Ösp Holm Lindsdóttir, Júlía Rún Rósbergsdóttir, Karen Gestsdóttir, Katrín Ingvarsdóttir, Lilja Ívarsdóttir, Lilja Ragnarsdóttir, Lísa María Friðriksdóttir, Lonný Björg Sigurbjörnsdóttir Hansen, Lídía Angelíka Guðmundsdóttir, Maja Podkrak, okay. Malín Gylfadóttir, María Margrét Hauksdóttir, Orri Halldórsson, Ólöf Eir Jónsdóttir, Rakel Sif Haraldsdóttir, Rannveig Elsa Magnúsdóttir, Rósa Diljá Gísladóttir, Rósa Þórhildar Lárusdóttir, Sesselja Erna Benediktsdóttir, Sesselja Bjarnadóttir, Sigríður María Eggertsdóttir, Sigríður Inga Rúnarsdóttir, Sigríður Jóhanna Sigurbjörnsdóttir, Sigríður María Sigurðardóttir, Sóley Ösp Sverrisdóttir, Sólrún Anna Óskarsdóttir, Sólveig Sigurjóna Gísladóttir, Svanhildur A. Týsdóttir, Svanhvít Jóhanna Jóhannsdóttir, Thelma Guðlaug Arnarsdóttir, Thelma Dögg Valdimarsdóttir, Tinna Dögg Guðnadóttir, Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir. Þá er lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Nú fer fram brautskráning úr iðjuþjálfunarfræðideild og ég vildi biðja Sigrúnu Óladóttur, tilvonandi deildarforseta, að koma og veita mér smá aðstoð. Þá er fyrst Andrea Númadóttir, Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir, Baldur Ingason, Berglind Ottesen, Birgitta Ína Unnarsdóttir, Birna Sól Danielsdóttir, Bjarkey Heiðarsdóttir, hún er ekki á staðnum, Elísa Björk Einarsdóttir, Emilía Atladóttir, Emma Ósk Margrétardóttir, Erna Rut Elvarsdóttir, Guðborg Björk Sigtryggsdóttir,
Guðrún María Pétursdóttir, Hekla Björt Birgisdóttir, Helga Benediktsdóttir, Þórhildur Þórlindsdóttir, Hjördís Erna Heimisdóttir, Hulda Emilsdóttir, Íris Kristrún Kristmundsdóttir, Karolína Einarsdóttir, en Karolína hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri Kristnesspítala fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í iðjuþjálfunarfræði. Kristín Edda Sigurðardóttir, Lilja Logadóttir, Linda Björk Friðgeirsdóttir, Margrét Jóhannsdóttir, Nína Rún Sigurðardóttir, Rannveig Atladóttir, Rebekka Lind Hjaltadóttir, Sandra Dís Sigurðardóttir, Signý Antonsdóttir og Silja Þorsteinsdóttir, þær eru hvorugar hér, Steinunn Björg Gunnarsdóttir, Tanja Lilja Jónsdóttir, Telma Lísa Elmarsdóttir. Og þá er lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræðideild. Nú fer fram brautskráning frá auðlindadeild. Ég vil biðja Hreiðar Þór Valtýsson, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í líftækni. Elva Rós Hrafnsdóttir, Fanney Gunnarsdóttir, Freydís Pétursdóttir, Garðar Kári Garðarsson, en Garðar hefur hlotið viðurkenningu frá Umhverfisráði Háskólans á Akureyri fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Getur verið að þetta sé? Við finnum út úr þessu. Guðlaug Guðjónsdóttir, Hildur Heiðdís Þrastardóttir, Ísold Egla Guðjónsdóttir, en hún fær viðurkenningu frá auðlindadeild fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í líftækni og hefur einnig hlotið viðurkenningu frá Umhverfisráði Háskólans á Akureyri fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Kristín Erla Guðmundsdóttir, Ragnhildur Rún Breiðdal, nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sjávarútvegsfræði. Guðdís Benný Eiríksdóttir, Jóhanna Þorgilsdóttir, Katla Snorradóttir. Já, Jóhanna. Já, Jóhanna brautskráðist einnig með BS-gráðu í viðskiptafræði. Það er hún sem fær sem sagt 2 skírteini hérna hjá okkur. Katla Snorradóttir.
Katrín Axelsdóttir. Ólöf María Arnarsdóttir. Svandís Dóra Jónsdóttir. Vilhelm Þór Harðarsson. Nú verða brautskráðir kandidatar. Birgir? Ég veit. Ég er bara býttur alveg. Stiltu þið ekki að einhver? Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sjávarútvegsfræði og viðskiptafræði. Það er sem sagt sameiginleg gráða með þessum tveimur. Og það er Ísfjöld Norðfjörð Agnarsdóttir sem gerir það. Og þá er lokið brautskráningu í auðlindadeild. Nú fer fram brautskráning úr viðskiptadeild og ég vil biðja Grétar Þór Eyþórsson, deildarforseta, að koma og aðstoða mig. Það byrjar á nokkrum sem ekki eru mættir, þannig að ég ætla bara að byrja að lesa. Alex Þór Hauksson, Andrea Helgadóttir, Andrea Malín Bergdísardóttir, Anita Sif Pálsdóttir, Anita Lóa Hauksdóttir, Anja Rún Skúladóttir, Anna Ingunn Svansdóttir, Anna Kristín Baldvinsdóttir, Anna Marí Karlsdóttir, Arnór Ingi Helgason, Arnrún Lea Einarsdóttir, Berglind Una Unnsteinsdóttir, Birgir Björnsson, Birkir Freyr Sigurðsson, en Birkir hefur hlotið viðurkenningu frá Umhverfisráði Háskólans á Akureyri fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Birta Baldursdóttir, Bjarni Aðalsteinsson. Bjartur Heiðarsson. Bjartur fær viðurkenningu frá viðskiptafræðideild fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í viðskiptafræði. Dagur Benediktsson. Daniel Hafsteinsson. Debora Svetossorova Nikolova. Nei, það virðist ekki vera hér í dag. Elva Karen Ólafsdóttir. Eyrún Heiðarsdóttir. Fanney Kjartansdóttir. Hafdís Lára Halldórsdóttir Vesterlund. Hafþór Már Vignisson. Virðist ekki vera heldur. Hanna Björg Liljudóttir, Helga Dís Svavarsdóttir, Helga Guðrún Albertsdóttir, Hermann Helgi Rúnarsson, Hildur Marín Andrésdóttir, Hildur Sigurðardóttir, Hreggviður Huldu Harðarsson, Hreiðar Ingi Halldórsson, Hörður Hlífarsson, Ingunn María Helgadóttir, Ísabella Benediktsdóttir Petersen. Jón Magnús Guðmundsson. Karitas Haraldsdóttir Harvey. Kristjana Mjöll Arnardóttir Olsen.
Kristín Harpa Sigurfinnsdóttir. Kristján Bjarki Gautason. Kristófer Dan Stefánsson. Laufey Dröfn Matthíasdóttir. Lilja Karen Þrastardóttir. María Ísavea Abelsdóttir. Nanna Sofía Jónsdóttir. Natalia Veronika Jagielska. Natalie Kristín Hasebúr. Nei, hún mætir ekki. Oddur Rúnar Kristjánsson. Ottó Björn Írisarsson. Ólafur Gunnar Þorsteinsson. Pétur Steinar Jóhannsson. Sandra María Ásgeirsdóttir. Sara Dagný Stefánsdóttir. Sigrún Björnsdóttir. Sindri Meyvandsson. Sindri Rúnarsson. Steinunn María Halldórsdóttir Eydal. Silvía Björk Stefánsdóttir. Vilborg Una Björnsdóttir. Vitor Vieira Tómas og Þór Jensen. Þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild. Nú fer fram brautskráning úr tölvunarfræði til BS-gráðu í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Ég vil biðja Henning Úlfarsson deildarforseta, tölvunarfræði deildar í HR og Ólaf Jónsson að koma og vera með til aðstoðar. Og þá fyrstur Aron Örn Arnarsson, en hann hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Bjarmi Fannar Óskarsson. Elvar Reykjalín Helgason. Halldór Rafn Jóhannsson. Haraldur Björnsson. Logi Páll Sævarsson. Pétur Örn Helgason. Þorbergur Erlendsson. Þorsteinn Jón Thorlacius. Þá lokið brautskráningu úr tölvunarfræði til BS-gráðu. Og þá lokið brautskráningu af sviðinu öllu. Takk fyrir. Hörður Hlífarsson, kandidat í viðskiptafræði, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Hörður. Kæru kandidatar, rektor, heiðursgestur, mamma og pabbi og aðrir góðu gestir. Það mér mikill heiður að fá að segja nokkur orð við ykkur á þessum merkisdegi. Ég vil byrjaði að óska ykkur öllum til hamingju með daginn. Fyrir ykkur sem þekki mig ekki, þá heiti ég Hörður og kem úr sveit úr Skagafirði. Ég útskrifast hér í dag úr viðskiptafræði.
Ég byrjaði í staðnámi hér árið 2021 og vissi ekkert hvað ég væri búinn að koma mér út í. En það leið ekki löngu þar til maður var farin að átta sig á hlutunum og skólinn ekki lengur eins og völundarhús fyrir manni. Eins þakklátur og ég var fyrir að hafa komið hingað í staðnám, þá langar mig til þess að hrósa skólanum fyrir að vera með öflugt, sveigjanlegt nám og gera fólki kleift að stunda nám eftir hentugleika hvers og eins. Hér í skólanum líka persónuleg þjónusta og skilningsríkt starfsfólk sem hefur gert háskólagönguna auðveldari og skemmtilegri. Háskólinn hefur svo sannarlega gefið manni margt, þekkingu, ánægju, stress og vináttu. Háskólinn hefur gefið mér mörg tækifæri á að auka þekkingu mína og reynslu og langar mig að nefna nokkur atriði sem ég finnst hafa staðið upp úr. Ég fengi að taka þátt í verkefnum með nemendum frá öðrum löndum við að leysa raunveruleg vandamál og fór í bæði til Íslands og Finnlands ásamt samnemendum og kennurum. Þessa reynslu tek ég svo sannarlega með mér út í lífið. En HA býður einnig upp á skiptinám með fjölbreyttum áfangastöðum. Ég hafði hugsað lengi að fara í skiptinám. En það var oft sem ég hugsaði að það væri mikið vesen og það væri nú bara þægilegt að vera hérna heima í þægindarammanum. En ég ákvað svo að senda póst á Alþjóðaskrifstofu HA og þá byrjaði boltinn að rúlla. Áður en ég vissi af þá var ég mættur til Kýpur. Það ævintýri eitthvað sem ég sé alls ekki hafa gert og mun ég lifa lengi af því. Þar kynntist ég nýrri menningu, öðrum kennsluháttum, stækkaði tengslanett mitt og svo ég tali nú ekki djammið. Nei, ég segi svona. En ég viðurkenni það að meðan ég var úti þá saknaði maður viðburðina sem voru í gangi hérna heima og þessu frábæra félagslífi sem átti sér stað í þessum skóla. Þökk sé stúdentafélaginu og langar mér að nýta tækifæri að þakka þeim fyrir að halda þessa frábæru viðburði eins og Sprellmót, Stóruvísó, Árshátíð SAA og fleira. Þið stóðu ykkur frábærlega. En nú spyrja kannski mörg ykkar, hvað nú? Ég get allavega sagt ykkur það að þið eru ekki einu það. En það svo frábært að það eru svo margar dyr sem opnast með ótal möguleikum. Mörg kannski óviss hvort þið að láta ríða vaðið og prófa eitthvað sem ykkur hefur alltaf langað til þess að gera. Hvort sem það sé ný vinna, flytja erlendis eða halda áfram í námi. Ég segi allavega klálega að það er betra að sjá eftir því að hafa gert það heldur en sjá eftir því að hafa ekki gert það. Þannig ég skora á okkur ef tækifæri kemur að skella ykkur. Takk fyrir mig, framtíðin er björt og full af möguleikum og enn og aftur innilega til hamingju. Hún hefur haft í að nægu að snúast síðustu misseri vegna starfa sinna. Ísland liggur jú á flekamótum og hér eru nokkur virk eldfjöll. Á tími óvissu og náttúruvár hefur hún séð til þess að þekkingu sé komið til samfélagsins með skýrum hætti. Ég að sjálfsögðu að tala Kristínu Jónsdóttur, deildarstjóra jarðvísinda á þjónustu og rannsóknarsviði Veðurstofu Íslands. Kristín hefur verið verðugur fulltrúi vísindamanna sem virkfræðimanneskja í beinum samskiptum við samfélagið málefni sem varð okkur öll. Það því sérstaklega vel við hæfi að hún veiti ykkur, kandídatum, heilræði á merkum tímamótum í ykkar lífi. Kristín Jónsdóttir er heiðursgestur Háskólahátíðar 2024. Kærar þakkir. Kæri rektor Háskólans á Akureyri, kæru kennarar og starfsfólk, útskriftarnemar, góðir gestir. Til hamingju með daginn. Það mér mikill heiður að taka þátt í þessari hefð sem Háskólinn á Akureyri hefur skapað með því að bjóða heiðursgesti að ávarpa kandídata á þessum merkisdegi. Í dag ástæða til að fagna og gleðjast yfir árangri. Það eru forréttindi að fá að mennta sig, ganga í skóla og útskrifast í fagi sem við sjálf höfum valið okkur.
En það ekki þar með sagt að það sé auðvelt. Sjálf þurfti ég að hafa töluvert fyrir náminu. Ég lærði jarðeðlisfræði í Háskóla Íslands og þrátt fyrir mikinn áhuga voru bækurnar ekki auðlesnar og dæmaskamtarnir oft mjög þungir. Og ég get sagt ykkur, svo ég auglýsi hérna framhaldsnám, að allra bestu námsárin voru þegar ég var í doktorsnámi, því í framhaldsnáminu fekk ég að vera hvað frjálsust í efnisvali og efnistökum og var innblásin af áhuga á rannsókninni og lét ekki eftir mér að sitja lengi við. Ritgerðin mín var löng með mörgum skýringamyndum og textum og ég þekkti hana eins og lófan á mér. Svo kom að doktorsverninni. Prófdómari frá virtum háskóla kom og spurði mig spjörunum úr í rúma klukkutíma fyrir framan fullan sal af fólki og ég gerði mitt besta að svara og vísi í fræðin og gögnin í ritgerðinni en líka svara heiðarlega og viðurkenna þegar ég ekki vissi eða væri ekki alveg með tölurnar í kollinum. Og þetta vissulega mikilvægt hverjum fræðimanni að skilja hvenar komið að því að viðurkenna að maður sé nú ekki sérfræðingur í nákvæmlega þessu ákveðna efni og að betra væri að tala við einhver aðra. En alltaf gekk þetta vel að lokum. Prófnefndin kom fljótlega eftir vörnina og tilkynnti að nú mætti kalla mig Dr. Kristín og ég gat skála við vini og fjölskyldu eftir vörnina. Það sem ég stend þarna hæst ánægð með ritgerðina mína sem ég hafði unnið svo hart að, kemur leiðbeinandi minn til mín og segir: veistu það, Kristín, að ritgerðin ekki aðal útkoma þessa doktorsnáms. Ritgerðin frábær, en það þú sem ert búin að læra að hugsa, skrifa og tala eins og vísindakona. Og það þú sjálf sem ert afrakstur þessa náms. Við eigum til að gleyma þessari augljósu staðreynd og kjarna málsins að í náminu þá erum við ekki bara að framleiða ritgerðir, heldur erum við að öðlast nýja færni og framundan eru óteljandi áskoranir sem við nú munum skoða sem nýjar breyttar manneskjur. Já, námið breytir okkur og þið eruð í dag mjög breyttar manneskjur. Eitt af því sem gerist í náminu að við verðum líka meðvituð hvað við kunnum ekki. Við verðum meðvituð öll hin sem kunna meira en við, vinna hraðar, hugsa hraðar, eru sniðugri, hugmyndaríkari, flinkari. Þetta getur oft verið erfitt og jafnvel niðurdrepandi, en það líka hluti af því að vaxa og þroskast. Og það gegnum þetta ferli sem við lærum mest, bæði okkur sjálf, okkar styrkleika og heiminn í kringum okkur. Og hvernig fólk okkur gengur best að vinna með. Við lærum að takast á við áskoranir, að læra af mistökum og þróa með okkur hæfni að takast á við framtíðina með öryggi og af sjálfstrausti. Stundum koma verkefnin til okkar óvænt og við þroskumst í ólíkar áttir. Árið 2014, fljótlega eftir að ég kom úr námi, hófst stærsta gos á Íslandi í 250 ár. Í aðdraganda þess var mikil áskorun að fylgjast með virkninni og túlka hvað gögnin þýddu. Þetta voru spennandi tímar þar sem sérfræðingar í hinum ýmsu vísindagreinum komu saman. Íslendingar fylgdu spennti með og það kom að því að mér var hent í djúpulaugina. Bein útsending kvöldfrétta. Ég horfi á mig í speglinum þar sem ég sit í sminkstólnum upp á rúf. Andlitið frosið. Sminkan slær á létta strengi. Já, þetta í fyrsta skipti sem þú kemur í sett í beinni? Ég svara með einu orði, ekki til í þetta. Líkamleg einkenni streitunar farin að gera vart við sig. Hvað ef ég segi eitthvað vitlaust? Hvað ef ég man ekki og get ekki svarað? Þetta komið, segir sminkan hressilega og ég geng þungum skrefum inn í græna herbergi þar sem ég bíð eftir að vera leidd inn í fréttastúdíóið, aftökusalinn. Inn kemur Bogi Ágússon og það sem hann sagði eitthvað sem ég hef tekið með mér, eitthvað sem ég rifja gjarnan upp með sjálfri mér. Því með sinni traustvekjandi röddu segir hann rólega við mig: ég sé að þú ert stressuð, en veistu, það ert þú sem ert sérfræðingurinn. Ég veit ekki neitt. Það ert þú sem kannt þetta allt.
Og já, ég var vissulega í eldlínunni að fylgjast með og átti fullt erindi að vera þarna og svara spurningum eftir minni bestu þekkingu og getu. Og fyrst Bogi Ágústsson hafði trú á mér, af hverju ætti ekki sjálf að gera það? Eitt af verkefninu sem ég staðið frammi fyrir á undanförnum árum að stíga inn í hlutverk stjórnandans og til að geta gert það vel og af öryggi þá ákvað ég að kynna mér stjórnendafræðin. Ég fór á námskeið þar sem var farið vel yfir mismunandi stjórnunarstíla, hvað virkar best í mannlegum samskiptum og hvernig við getum forgangsraðað verkefnum. Árangursríkast og skemmtilegast þegar vel tekst með teymisvinnu. Hún gengur best fólk með mismunandi þekkingu en líka mismunandi persónulega styrkleika kemur saman. Háskólauppbeldið gengur að miklu leyti út á að hampa fólki með analítíska og greinandi hæfileika, en það ekki síður mikilvægt að háskólafólk sé með annars konar þekkingu og persónulega styrkleika og það sé pláss fyrir fólk sem sé ekki bara greinandi og analítískt. Háskólafólk það nefnilega líka að vera skapandi, drífandi og framsýnt. Við erum ólík og samfélagið þarf fjölbreytni. Það stórkostlegt þegar maður uppgötvar hvernig hópur fólks með ólíka persónulega styrkleika kemur saman og tekst að vinna að sameiginlegum markmiðum á áhrifaríkan hátt. Það mikilvægt að muna þetta, við erum ólík, það enginn sem bestur í öllu. Þess vegna skiptir máli að einbeita sér að nýta sína einstöku hæfileika og finna leiðir til að bæta sig þar sem maður sjálfur getur. Það þessi sjálfsmeðvitund sem gerir okkur kleift að verða hæfari og öflugri í því sem við tökumst á við. Mistök eru óumflýjanlegur hluti af lífinu og það gegnum þau sem við vöxum. Það mikilvægt að skilja að mistök ekki endalok, heldur tækifæri til að læra. Þegar við gerum mistök, fáum við tækifæri til að endurmeta, bæta okkur og reyna aftur. Það þessum lærdómi sem við finnum styrk okkar og hæfni til að sigrast á áskorunum. Þess vegna skiptir máli að óttast ekki mistök, heldur að nýta þau sem stökkpall til vaxtar og framfara. Við eigum aldrei að hætta að læra. Menntun ykkar endar ekki með þessari útskrift. Hún og á að vera ævilangt ferli. Heimurinn stöðugt að breytast og það mikilvægt að við höldum áfram að aðlaga okkur og vaxa með honum. Það gaman að læra og ég hvet ykkur til að fara út fyrir þægindarammann og ögra ykkur sjálfum. Ég geng á undan með góðu fordæmi og búin að skrá mig í tónlistarskólann í haust og ætla að læra trommur. Þetta ekki djók. Eitt af mikilvægasta sem ég lærði í stjórnendanáminu að við eigum að fagna sigrunum. Og af hverju eigum við að gera það? Jú, þegar við fögnum sigrunum okkar, þá viðurkennum við vinnuna og ástríðuna sem lögð var í að ná þeim. Það gefur okkur kraft til að halda áfram og minnir okkur á að við getum náð markmiðum okkar ef við leggjum hart að okkur. Ástríða mikilvægur drifkraftur í öllum okkar verkefnum. Hún smitandi og eftirsótt. Á dögunum fór ég með ítalskan bankastjóra að skoða umbrotasvæði við Grindavík og Svartsengi. Á leiðinni ræddum við málin og ég útskýrði fyrir honum eldfjallaeftirlitið og vinnuna sem við jarðvísindafólk höfum staðið frammi fyrir undanfarin misseri. Við sátum í 4 sæta luxus Mercedes-Benz bifreið með bílstjóra fram í. Ég, millistjórnandi hjá ríkisstofnun í flíspeysu uppalinn í Breiðholti, hann í lakkskóm með ívið hærri árslaun en ég og mætti segja að hefði átt farsælli starfsferil og klifrað hærra í metorðastegunum. En þar sem við sitjum þarna og mér í mun að útskýra nýafstaðna atburði, horfir hann á mig og segir lágt en í fullri einlægni. Ég vildi að ég hefði jafn mikla ástríðu fyrir mínu starfi og þú hefur fyrir þínu. Þessi orð sitja í mér og minna á að ástríða ekki aðeins drifkraftur
heldur einnig það sem gerir störfin okkar merkingabær. Það er ástríðan og áhuginn sem gerir okkur kleift að takast á við áskoranir með gleði og eldmóði. Þannig að kæri útskriftarkandidatar, stígið fram með stolti, trúið á okkur sjálf og notið þau tækifæri sem menntun ykkar hefur gefið ykkur. Við höfum öll eitthvað einstakt að bjóða og það er í gegnum þessa fjölbreytni að við getum mótað betra og öflugra samfélag. Notið ástríðuna til að knýja ykkur áfram, verið óhrædd við að gera mistök og lærið af þeim og munið að fagna hverjum sigri, stórum sem smáum. Til hamingju með daginn og gangi ykkur vel í framtíðinni. Góðvinir Háskólans á Akureyri munu nú veita viðurkenningar og er það Bjarki Freyr Brynjólfsson sem afhendir viðurkenningarnar. Kæra háskólasamfélag, góðvinir eru samtök stúdenta sem að brautskráðar eru frá Háskólanum á Akureyri og annarra velunara háskólans. Nú í 20. skiptið heiðra góðvinir kandídata sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu háskólans með því til dæmis að kynna hann, efla félagslífið eða setja í hagsmunanefndum á vegum fyrir hönd stúdenta. Það er gríðarlega mikilvægt að stúdentar taki þátt, segi sína skoðanir, því félagslífið er ekkert síðri mikilvæga hluti af lærdómi háskólagöngunnar. Það er mér mikill heiður sem fyrir stúdent hér við Háskólann á Akureyri að fá að veita þessi verðlaun fyrir hönd góðvina sem einmitt vilja halda utan brautskráða stúdenta. En góðvinir hafa meðal annars á stefnuskrá sinni að efla endurfundi. En markmið með því er að tengja okkur betur saman og það er góðu minningar sem við öll eigum hér úr námi okkar við háskólan. Ég því hvet ykkur öll til þess að gerast góðvinir, en heiðursverðlaunin eru sem sagt nælur sem að gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það er von okkar að handhafar viðurkenningarinnar beri næluna með stolti. Til að mynda þá á endurfundum en einnig við önnur hátíðleg tækifæri. Nælan er eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur hér á háskólasvæðinu og vísar til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk. En einnig fær handhafi heiðursverðlaunanna viðurkenningaskjal. En ég vil biðja rektorum að vera mér hér til halds og trausts við afhendingu viðurkenningarinnar. En góðvinir veita nú 2 kandídötum á heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviði viðurkenninguna. Í gær hlaut Dagmar Ólína Gunnlaugsdóttir, kandídat í kennaradeild, heiðursviðurkenningu góðvina. En í ár eru það Erla Salóme Ólafsdóttir, kandídat í hjúkrunarfræði og Fanney Gunnarsdóttir, kandídat í líftækni sem bætast í hóp þeirra öflugu stúdenta sem hafa hlotið heiðursviðurkenningu góðvina og ég vil biðja þær að koma hingað upp á svið til okkar. Ég ætla að fá að segja nokkur orð hérna bæði þær báðar, en í umsögnum Erlu Salóme segir: Erla hefur gegnt lykilhlutverkum innan háskólasamfélagsins síðan hún hóf nám sitt. Hún starfaði í stjórn Eyrar frá 2021 til 2024, þar sem hún byrjaði sem varaforseti, síðan sem fjarnemafulltrúi
og að lokum sem forseti. Á meðan að Erla gegndi þessum embættum sat hún jafnframt í jafnréttisráði og á deildarfundum hjúkrunarfræðideildar. Árin 2022 til 2023 sat Erla í stúdentaráði sem fulltrúi stúdenta í gæðaráði og árið eftir sem fulltrúi heilbrigðisvísindanema. Þá hefur Erla verið öflug í kynningarstarfi háskólans, bæði á opnum dögum og háskóladeginum á Akureyri og á Egilsstöðum, og þáttaka hennar í gæða- og hagsmunastörfum háskólans hefur verið framúrskarandi, en hún var mjög virkur þáttakandi í gæðaráði Háskólans Akureyri frá 2022 til 2024. Þá hefur Erla einnig setið í fulltrúaráði LÍS, eða Landssamtaka íslenskra stúdenta, sem hefur verið fulltrúi SHA á landsþingi LÍS. Þá hefur Erla verið ötull talsmaður hjúkrunarfræðinnar og verið dugleg að halda erindi fyrir hönd hjúkrunarfræðinema, bæði innanlands og erlendis. Í gegnum fjölbreytt störf innan HA og SHA hefur Erla verið öflugur talsmaður hjúkrunarfræðinema, bæði því að bæta réttindi þeirra í námi, starfsnámi og í starfi. Og þá skemmir ekki fyrir hvað Erla alltaf jákvæð og boðin og búin til þess að láta gott að sér leiða og taka virkan þátt. Erla því vel að þessari viðurkenningu komin. Fanney Gunnarsdóttir, kandídat í líftækni, fær nú ekki síðri umsögn. En Fanney hefur verið öflug og metnaðarfullur stúdent í háskólasamfélaginu við Háskólann á Akureyri, allt frá því að hún hóf nám við Auðlindadeild. Sem nýnemi byrjaði Fanney strax í Stabúa, var síðan varaforseti og gegndi embætti forseta félagsins á starfsárinu 2023 til 2024. Fanney hefur sinnt störfum sínum innan Stabúa af miklu metnaði og séð til þess að það sé alltaf stuð og stemning hjá Stabúum. En jafnframt hefur hún passað upp á Stabúana sína og gætt þess að allir Stabúar hagi sér vel á viðburðum háskólans. Fanney satt í stúdentaráði starfsárið 2022 til 2023 sem formaður nýsköpunar og frumkvöðlanefndar og á nýliðnu starfsári satt hún í stúdentaráði sem fulltrúi stúdenta í sjávarútvegsfræði og líftækni. Þá satt hún á sama starfsári deildarfundi auðlindadeildar og stjórnendafundi fræðasviðsins. Fanney alltaf tilbúin til að aðstoða og hjálpa við hvað sem er. Fanney metnaðarfull og gerir allt vel. Hún gríðarlega metnaðarfull 2 barna móðir sem hefur sýnt og sannað að allt hægt ef vilji fyrir hendi. Þá hefur Fanney tekið mjög virkan þátt í kynningarstarfinu og hún má eflaust eigna sér eitthvað að metumsóknum í líftækni fyrir komandi skólaár. Enda hefur hún mætt á allar kynningar og staðið sína vakt ásamt því að prýða auglýsingaskilti og auglýsingar á samfélagsmiðlum. Fanney Gunnarsdóttir ekki aðeins dýrmætur meðlimur í háskólasamfélaginu, heldur hún einnig fyrirmynd fyrir aðra, bæði í námi og daglegu lífi. Brautskráningu kandídata af heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði nú að ljúka og munum við gleðjast og taka á móti kandídötum og öðrum gestum hér í miðborg. Þá vil ég einnig hvetja ykkur til að nýta myndaböxin 2 sem staðsett eru hér á svæðinu. Svo væri gaman ef þið myndu deila myndum af ykkur á samfélagsmiðlum með myllumerkinu Háskóla Hátíð. Nú göngum við úr salnum. Fyrst fara rektor, heiðursgestur, sviðsforseti, deildarforseti, kandídatar og loks aðri gestir. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandídötum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl!